Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði við gráðan þá ætlum við að fara aðeins núna í knattspyrnu og júdó og þessu sinni ég komið á línuna valsaran Geir Ólafsson. Komdu blessa á sællhöfðingi. Komin sælis, komdu sællífurinn, gaman að heyra í þér. Já, sömuleiðis, hvernig er að vera valsari í dag? Herru, það er náttúrulega, við náttúrulega eigum titil frá því fyrra, sko. Já. Og svo er náttúrulega handboltaliðið að gera góða hluti, þannig það er náttúrulega alltaf gaman að vera valsari og hérna, það er náttúrulega eitt af því sem að skiptir líka miklu máli sem að er mjög mikilvægt það er að við erum að styðja liðin okkur, þá verðum við náttúrulega að styðja liðin okkur gegnum súrt og sætt, sko, þannig það þýðir ekki að hætta að styðja sína menn þó illa gangi, sko. Okay. Þannig við valsmenni, við stöndum saman í gegnum þunnt og þykkt og súrt og sætt, þannig er það bara. Hvernig kemur það til að þú sért valsari, kannski fyrir hlustendur sem ekki vita það? Já, pabbi minn var valsari og er náttúrulega valsari, sko. Og hérna bróði minn og það var einhvern veginn þannig að því að pabbi minn þegar hann var lítill drengur þá bjó hann á Miklubrautinni. Já. Þannig að það var stutt að fara að Hlíðarendan og hérna og kíkja á valsmennina. En þá dag var það náttúrulega erfitt að vera því að menn spiluðu náttúrulega bara fótbolta á sumurinn en hann var alltaf sendur í sveit, sko. Já. Þannig hann náðast að bara spila rétt aðeins með þeim á vorin, svo var hann bara sendur í sveit og svo þegar menn komu heim úr sveitinu þá var bara farið að hausta og menn fóru farnir bara í skóla á fullu, þannig að hérna svoleiðis var það, en það er öðruvísi eins og miðað við það sem er í dag. Já, það er heldur betur búið að breytast aðstöðunar allan að þarna í kringum svæðið þarna í gegnum árin. Já, þetta er náttúrulega alveg frábær hérna aðstæða núna sem er á Hlíðarendanum og það er alveg, sko, það er alveg búið gríðarlega flott uppbygging og virkilega góður andi í hérna félagsmenn valsmanna núna og hérna og þetta held ég skiptir líka rosalega miklu máli fyrir öll félagsliða á Íslandi. Það er að reyna að byggja eins góða aðstöðu fyrir leikmenn og hægt er til þess að svona menn til að auka áhugan og menn svona spilir svona með hjartanu fyrir félagið sitt og hérna og það held ég sé að takast og enda hefur boltinn á Íslandi bæði sko og Pepsi-deildin og svo fyrstudeildin. Nú er þetta bara farin að vera sko alveg gríðarlega hérna jöfn lið og menn geta ekkert í sjálfu sér spáð neitt sérstaklega fyrir hvernig mótið fer því að það er alltaf spútninglið og svo náttúrulega eru þessi standardlið sem er náttúrulega hafa í gegnum tíðin allt pening og verið með góða leikmenn sko sem eru svona spáð góðu gengi en þetta er að dreifa svo mikið, við erum að eigna svo mikið að frábæru fótboltamönnum vegna þess að aðstæðurnar eru að breytast sem gera það verkum að eins og sjá bara á landsliðin okkar og svona, ég meina að taka þátt í Evrópumóti sem er engin tilviljun. Nei. Það er ekki tilviljun við sem að taka þátt í þessu Evrópumóti miðað við bara það sem var að gerast þegar að munað engu hefur farið á HM. Þannig að ég held að ef að bæði KSÍ og félagsliðin halda vel utan unglingastarfið og barna unglingastarfið og hérna og komið sér saman það að hérna að styðja þetta mikilvæga hérna starf að þá er mjög bjart framöndan hjá okkur myndi ég segja í fótboltanum. Það er kannski eina sem að menn sakna svolítið við í kringum þessa breyttu aðstæður að það er hérna gamla góða rúmatíkin að geta stundað 2-3 íþróttir þarna þegar svona verið í handbolta veturna og svo fótbolta á sumrin. Já, og það er náttúrulega maður sko Ólafur Stefánsson og hann var í fótboltanum og handboltanum og Dagur Sigursson og þetta náttúrulega helja menni sko. Og hérna og auðvitað er það þannig en ég held að sé líka svolítið gott að leikmenn sko þegar aðstæðan breyta svona að það er bara það að reyna þá að taka ákvörðun það betur. Ef ég ætla að vera hérna verið í fótbolta, hvað þarf ég að gera til þess að ná langt? Ég meina menn þurfa að æfa sig og menn þurfa að stunda og ástunda íþróttina og menn þurfa að vera næs, menn þurfa að koma vel fram við kollega sína og hérna
og gefa sér allan í íþróttina. Þannig ná menn árangri. Ég held að það sé erfiðara þegar menn eru farin að spila, að taka þátt í mörgum íþróttum, þetta geta gert það, en það verður alltaf ein íþrótt sem stendur upp og menn þurfa oft á tíðum að velja og hafna, og ég held að því fyrir sem menn gera það og einbeita sér svo á íþrótti sinni, því betra, sko. Já, okay. En þú fylgist ekki bara með boltanum, þú ert eða ekki líka að æfa júdó? Jú, ég er að æfa júdó hjá Júdófélag Reykjavíkur og það ykkur besta og skemmtilegasta íþrótt sem að ég hef stundað og nú hef ég bæði spilað alltaf mikið fótbolta og svo spilaði ég handbolta aðeins, en ég kann óbúslega vel við júdó, það svona aðliða íþrótt upp á styrk og þolagera og alveg gríðarlega skemmtileg og það sem kannski skemmtilegast í íþróttana, það eru svo flottir og fínir strákar sem að æfa í þessu, þetta svo rosalega góður félagskapur og júdó þessi slíkt náttúrulega aldargömul íþrótt og það eru gríðarlega sterkar og mikilvægar hefðir í þessu sem að gera það verkum til þess að krakkar sem að fara að byrja að snemma í júdó og stunda þetta svona verður alltaf svona sterkir einstaklingar og heilsteftir og maður finnur það alveg á krokkum og úlingum sem að byrja á þessu og hafa verið að stunda þetta að þeir koma vel undan þessu. Og það enn íþróttin líka sem að virðist sem að við þessum alltaf eignast fleiri og fleiri efnilega kappa í. Já, ég meina það ekki spurning, sko. Ég get alveg sagt það að það eru strákar í Júdófélag Reykjavíkur sem er að brillera og eiga framtíðina fyrir sig, sko. Það er alveg gríðarlega hraustir og tekníski, það er einmitt eins og við erum að tala áðan, sko, þegar aðstæðan verða betri í fótboltanum þá verða leikmenn teknískari og það er eins með júdó, við erum með frábæra þjálfara, Bjarni Sigursson, Óli Bjúfari og bronsverðlaunahafi, hann er að miðla reynslu sinni og fullt af strákur sem eru hann líka með honum sem eru að miðla reynslu sinni sem hafa náður gríðarlega langt. Við eigum rosalega flotta íþróttamenn í júdóinu, bæði náttúrulega sem og hafa sýnt það, bæði Norðurlandamótum, Evrópumótum og svona og hafa náð langt, eins og Þormáður Jónsson, sko, til dæmis, vonandi fer hann á Ólympíuleikarana í Brasilíu. Algjörlega stórkostlegur íþróttamaður og það er bara forréttindi og virkilega mikið heiður að fá að stunda þessi íþrótt og fá að hitta þessa stráka. Aðeins að takast á við þá. Og Þormóður Árni, hann er náttúrulega svona Eiður Smári júdósins. Já, hann er náttúrulega bara á heimsmanni hverða og hann er gríðarlega sterkur og ótrúlega teknískur. Hann er alveg, sko, hann er alveg magnaður íþróttamaður og ég er bara virkilega stoltur af honum og gaman að þekkja hann. Ég glímdi hans við hann í kvöld með þessu, sko. Nó, já. Og hefur einhvern tíma reynt að fella hann eitthvað að viti? Nei, ég fóð nú lítið fyrir þessari lótu hjá mér. En hvað ertu komin langt í júdónu? Þetta er náttúrulega skipt í beltin, eða ekki? Jú, ég var guð lofað þá ætla ég að taka núna bláa beltir svona í kannski á hauststögun. Já. Ef að mér tekst að æfa það vel, sko, maður þarf náttúrulega sko til þess að taka beltir, þá þarf maður að stunda íþróttina og vera duglegur að mæta og ég ætla að reyna að gera það eins mikið og ég mögulega get. Annars er ég fyrst og fremst í þessu náttúrulega ekki kannski betur þess að taka belti sér slíkt og maður náttúrulega bara fyrst og fremst að hugsa þetta fyrir sjálf og sig bara svona líkam á sál. En það hefur verið svolítið gaman að fylgjast með því að bara eins og fyrir austan að þetta er rosalegt fjölskyldusport. Þarna eru foreldrar og krakkakonur saman að æfa sömu íþróttina. Nákvæmlega, akkurat það sem ég var að nefna við áðan, sko, að það er eitthvað svolítið sterkt, það er eitthvað sterkt tengsli í júdóinu sem gera það verkum að í þessu umhverju líður fólki vel. Og því það er líka svo mikil virðing í því, sko, það er alveg sama þó að menn sé að koma hérna, það er ekki verið að líta á beltin eða hvað menn eru komnir langt og það er yfir þannig að því lengra sem menn eru komnir því svona meira humble verða er það að þeir vilja vera að kenna þeim sem eru styttu komin og svona og þetta er alveg, sko, þessum segir, sko, að hárrétt hjá þér, sko, þetta er fjölskylduvæn íþrótt og er bara saman að fjölskylduna virkilega og mjög gaman að fylgjast með því, sko. En þá aðeins að fótboltanum aftur, hvernig metur svona möguleikan okkar Íslendinga á EM í sumar?
Þess að ég bara mjög ég er búin að, ég skal segja það, ég spái Ísland í 8. úrslitin. Og ég held að auðvitað skiptir rosalega miklu máli fyrsti leikurinn á móti Portúgal. Og ég er algjörlega með það á hreinu með svona þjálfara eins og Heimir og Lars og þessar strákar sem eru að standa sig vel úti og eru flestir svona að spila með sínu félagsliðum. Ef að menn sleppa við alveg meiðsli núna síðustu vikurnar fyrir mótið og koma heilir inn í þetta, þá er bara huga að fara þannig og hefur sínt sig að strákum að þeir eiga eftir að komast langt og ég spái því að við verðum efstir í riðlinum. Þannig að það er allan góð bjartsýni þarna fyrir hönd. Já, ég er ekki nokkur með það. Við vinnum Portúgalna 1-0 og við vinnum Ungverjana og svo skilst mér að ég hef ekki Austurríki. Já, nákvæmlega. Mér finnst mjög vel á þetta plan. Já, og það gerir það verkum að við verðum efstir í okkar riðli og segi 2 sigrar og 1 jafntefli. Og ég hef engar áhyggjur af þessu strákum. Þeir eru öll að standa sig vel, sko. En svona árin í slettu Geir, þá þú ferð oft á völlinu, það ekki, svona á sumrin? Jú, ég reyna að fara eins mikið á völlinu og ég mögulega get ég og útgefandi minn Óttafjörður Sveinsson, við höfum verið duglegir að fara saman á náttúrulega valsleikina. En svo finnst mér líka rosalega gaman að keyra til dæmis eins og til Selfossar og sjá Selfoss spila og ég man til dæmis að ég fórum enda nokkur sinnum þegar þeir voru að spila í Persisleifinu, þá kíktum við, það var virkilega gaman og skemmtilega aðstæður hérna hjá okkur og höfum gaman að því að kíkja á önnu lið líka. Það er að kíkta aðeins á Fylkir og svona fleiri lið og skoða svona, þannig að eins og maður segi að maður styður íslenska knattspyrnu en ég held með Val. Já, það held með nokkuð. En er það ekki þannig líka með tónlistarmanninn að hann þarf alltaf að halda sér í formi? Jú, það er bara, þetta er eins í öllu, það er alveg sama, það er bara þannig að ef að menn alltaf ná árangur í einhverju þá verður að ástunda en grundvallaratriði er náttúrulega það að hugsa vel líkama sín og sál og vera ekki upp á kantinn, bera virðingu fyrir fólki og reyna alltaf að gera sitt besta, reyna að vera sanngjarn. Svo bara er þessi tími sem maður þarf að gera, maður þarf að ástunda fæið sitt og maður þarf að leggja sig fram, maður þarf að spila mikið, æfa sig mikið og maður má aldrei í raun og veru gefa neitt eftir því. Þetta ekkert í lífinu gerist það sjálfur sig, sko. Allur árangur fólks er alveg sama hvað þú lítur og skoðar árangur einhvers, þá er að vegna þess að það er alveg gríðarlega mikið vinna á bakviða. Og það er einmitt það sem að ég held að við megum ekki gleyma, að það verður engin meistari nema að leggja á sig. Það þekki þið í Val? Já, við þekki, við verðum bikarmeistarar, við legðum þetta mikið á okkur. Við endum spjallu okkar á Valsmenn Léttirund. Bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og bara mínar heiðurinn að ganga ykkur vel og takk fyrir. Takk sem leys. Blessaður.